Þetta Loverboy og lag sem heitir Turn Me Loose. Þegar ég kom með dreng á línuna hjá mér sem að heillaði þjóðina svo sannarlega í, ég veit ekki segja febrúars mars, þegar hann tók þátt í söngvakeppni Sjónvarpsins. Var í öðru sæti og já, síðan þá hefur hann verið að taka alls konar svona coverútgáfur á hinum og ýmsum lögum. Ég veit ekki hvort hann við dottið í huga að gera cover að þessu lagi. Hvernig er það, Daði Freyr? Góðan daginn. Mér var bara þetta jákvæðan daginn og sæl útvarp, Halló Ísland. Mér var ekki búið þetta í hug fyrir núna, sko. Nei, nákvæmlega. En nú verð ég að prófa. En velkomin heim. Takk fyrir það. Það er bara gleði í landa þjóða að fá þig til landsins aftur. Þið eru svo heppin. Já, nákvæmlega. En hvernig er með það? Daða peysurnar, eða sem sagt peysurnar sem að þið voruð í á söngvakeppninni. Ég veit að það eru margir. Já, ég sé marga verið að spyrja eftir því að þið buðuð upp á forpantanir og ýmislegt annað slíkt. Hvernig? Nú er þetta komið í búður allavega. Nú er þetta komið í Æsver á Laugaveginum. Já. Það er hægt að fá allt safnið þar. Þannig að það er vantarlega hægt að hringja þú þangað og panta og láta senda sér út á landi út í það færi? Það er hægt að panta það á daðifreyr.is bara. Já, bara beina leið? Já, það er almennilegt. Og hvaða peysa er svo vinsælasta peysan? Það er Daði. Það er Daði. Já. Ég held að árunni sé næst vinsælust. Hæ? Ég held að árunni sé næst vinsælust. Já. En til hamingju líka með útskriftina. Nú, sem sagt, já, ertu búið með þetta tímabil og hvað sérðu svona fyrir þér að bara í framtíðinni með þetta allt saman? En núna, við verðum í 2 mánuði, eða ég fer aftur til Berlínar 8. ágúst. Já. Þar sem við ætlum að halda áfram að bara búa og ég ætla að halda áfram að gera tónlist þar. Já, ok. Og síðan er stefnan sett á að fara til Kambódíu í desember og vera þar í hálft ár, kannski 1 ár. Ok, prófa eitthvað nýtt. Já. Það er æðislegt. Það er svolítið eftir hvort að við séum að fara að kaupa íbúðina sem við erum í. Já, ég skil þig. Það er ekki alveg allt komið 100% að reyta, en ég er allan að fara að gera meiri músík. Já, þú ert ekki að vera að læra meira, þið ætlum bara að flytja út aftur. Já, ég ætla bara að fara aftur í sömu íbúðina og gera það saman nema ekki verið í skóla. Ég skil þig. Gera meiri músík fyrir sjálf mig. Gott að vera í Þýskalandi. Það er mjög fínt. Já. En það er margt og mikið framöndan hjá þér allavega núna helgina og vantarlega eitthvað í sumar hér á landi að spila. Já, ég er bara að spila næstu í hverju helgi held ég. Já, ok. Ef það er ekki bara hverju helgi. Nánast hver er bæjarhátíð þá? Já, fullt af því. Er það ekki? Ég spila 4 sinnum á morgun, til dæmis. Já, ok. Hvar verður á morgun? Ég verður að Seltjarnarnesi á morguninn, síðan í Hljómskálagarðinum miðjan dag. Já, og síðan í Hveragerði kvöldið og síðan aðeins kvöldið í Hellisskógi. Já, á Selfossi. Já, ég held að sé einmitt 2-leytið eitthvað sem að byrjar dagskrafan þarna í Hljómskálagarðinum. Ég reyndar ekki alveg viss en ég held að sé rétt hjá mér. Já, ég er að spila held ég korter yfir 3. Já. Ég held ég sé nummer 2. Já, ok. Það er svona, ég er að spila á Seltjarnarnesinu og þá séum bara að hlaupa yfir einhvern veginn að púsla því saman. Já, það verður eitthvað smá flókið. En já, þú ætlar að vera í Skýrgerðinni, Hveragerði svo áður en þú kemur sem sagt hingað á Selfoss og ert með tónleika í Hellisskógi. Já. Verður einn í Hellisskógi eða verða fleiri með þér? Já, ég og Karitas Harpa erum að fara að gefa út lag. Já, og það er spurning hvort að það verði frumflutningur á því. Ég þori ekki að fara með það. Nei. En það veit ekki, sko. Má það bara koma og sjá. Það er bara áskorun. Það verður skemmtilegt. En já, hún var búin að tala um það. Hún ætlaði að kíkja til þín og þau ætlaði eitthvað að fara að bralla eitthvað saman. Já, hún kom og var í viku í Berlín og við varum að gera músík. Æðislegt. Það er bara að maður koma út af aðverðstöðuna því þegar við varum að fá það úr mastering og það er bara tilbúið. Æðislegt. Við bara býðum spennt að fá að senda til okkar. Næstu viku sennilega. Geggjað. En það er gaman að fylgjast með þér og ykkur. Þetta er skemmtilegt svona koncept sem að koma út úr þessu og áttu þið einhvern veginn von að því að eitthvað svona skemmtilegt kem út? Nei, alveg alls ekki. Ég var svona pínu búin að búa mig undir það andlega að fara á fullt í að koma mig frá Eurostemplinum. Já, þú meinar. En svo gekk þetta eins og það gekk og þá er ég bara
mjög sáttur með það. Þú losnar ekki við hann hérna af? Nei, ég er líka bara, ég skal alveg vera júródóðir. Það er skemmtilegt. En það er gaman að heyra í þér og velkomin til landsins og við erum bara fegin að fá að hafa þig hérna á landi þó það sé hérna bara í sumar. Já. Hlakka til að fylgjast með þér og hérna hlakka til að heyra nýtt lag í næstu viku. Já. Klárlega. Ég líka stendur ekki út. En það ekki? Það er glæslegt, gaman að heyra í þér og þú ert náttúrulega sikkert Solstice á sunnudaginn, þið ætlum nú að kíkja eitthvað á þetta núna í dag, eða ekki? Jú, ég er að fara, ég kemst ekki á það morgun en við ætlum að sjá Foo Fighters og eitthvað svona í dag. Geðveikt, skemmtilegt, góða skemmtur. Takk fyrir það. Allt er fína. All right. Já, bless. Bye bye.